Jesus, halleluja. All right. Woo! Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. Woo! I praise on the mountain. I'll praise when I'm sure. I praise when I'm doubting. I'll praise when I'm numbered. I praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I feel it. Velkomin á samkomu. Gaman að sjá okkur hér í dag. Frábært að geta komið saman í hús Guðs og lofað hann. Má ég heyra amen? Takk Jesús. Mínir sauðir heyra röst mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Ég gef þeim eilíft líf og þeir skulu aldrei að eilífu glatast. Höfðu það á hreinu og enginn skal slíta þá úr hendi minni. Jóhannes 10:27. Halleluja, við erum tilbúin í nýtt ár. Við ætlum að fara í nýtt ár með ný markmið. Við ætlum að gera betur í húsi Guðs. Við ætlum að gera betur þegar kemur á Guði, þegar kemur á okkur. Við ætlum að lyfta upp hans nafni á hverjum einasta degi og þangað til að hann kemur. Halleluja. En við ætlum að syngja saman. Praise 'cause you know you're still in control. My praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Syngið svo saman. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I'll praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you reign. I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you reign. I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. Oh my soul, praise the Lord, oh my soul, praise the Lord, oh my soul, praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it
has breath, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord. Woo! Takk Jesus, halleluja. Við lofum þig, drottinn Jesus, og við þökkum þér. Höldum áfram að lofa hann, halleluja. Open the door and make ways. The King is in the room. The King is in the room. Expecting for strongholds to break. 'Cause we know what you can do. We know what you can do. We're gonna see lives changed, souls saved, broken hearts made new. The King is in the room. Roll me in, roll you upon our face. The King is in the room. There's freedom in life anywhere you reign. Jesus, we bow only to you. We're laying down all of our crown. The King is in the room. See all your captains run free. He's tearing down the wall. He's tearing down the wall. This great shaking power you see. The name above it all. The name above it all. The King is in the room. Lord, we enthrone you upon our praise. The King is in the room. Yes, freedom in life anywhere you reign. Jesus, we bow only to you. We're laying down all of our crown. The King is in the room. Free has to flee, shame has to leave. Before the King, before the King, chain has to break, dry bones away, prepare the way. Oh, free has to flee, shame has to leave. Before the King, before the King, chain has to break, dry bones away, prepare the way. In the room, Lord, we enthroned you upon our praise. That King is in the room. There's freedom in life anywhere you reign. Jesus, we bow only to you. We're laying down all of our crowns. That King is in the room. The King is in the room. Prepare the way. Prepare the way. It's in the room. Prepare the way. Prepare the way. It's in the room. Takk Jesus, halleluja, við lofum þig, halleluja. Við gefum þér dýrðin í dag, við lofum þig og tygnum þig því að þú ert drottinn okkar og Herra, halleluja. Þú ert Herra okkar og húsbóndi drottinn og við viljum vegsam á þitt nafn. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand.
From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have been in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Take my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Lay my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Halleluja, lovum hann, halleluja. Þakka þér, Jesus, halleluja. Fyrir trúfestíðina. Svo magna hvað hann hleypur á eftir okkur. Hann gefst ekki upp á okkur, halleluja. Takk, Jesus. Yes, the word that I say you are God. Every man bow down
I'm to say you are King. So let's start right now. Why would we wait? King of glory, fill this place. I just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. Just wanna be with you. Yes, the world that I'm to say you are God. Every man bow down to say you are King. So let's start right now. Why would we wait? We can praise you now in victory. So we sing hallelujah until you come again. And I dance in your presence till you come again. So we sing hallelujah until you come again. And I dance in your presence till you come again. Woo! We will sing hallelujah until you come again. Hallelujah. And we'll dance in your presence till you come again. We will sing hallelujah until you come again. Hallelujah. And I'll dance in your presence, dance in your presence, dance in your presence, dance in your presence. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, fill this place. And just wanna be with you. Just wanna be with you. Syngjum þetta einu sinni. King of glory, fill this place. And just wanna be with you. And just wanna be with you. Takk Jesus, halleluja. Gleðilegt ár og takk fyrir gamla. Gott að sjá ykkur í húsi Guðs. I just wanna be with you, vorum við að syngja. Geti ímyndað ykkur í 20 ár gátu Venezuelabúar ekki lofa Guð undir berum himni. En hvað gerðist?
Það var sem á streymdi, segir Sálmur 126. Þegar Drottinn sneri við hag okkar. Og þetta er eitthvað sem ég veit ekki hvort þið gerir eitthvað grein fyrir hvað gerðist. Pólitíkar sem segja bara Trump ógeðslegur, hann er þetta og hann er þetta. Hugsaðu að fólkið búið að lifa í algjöru ánauð í yfir 20 ár. Og allt í einu kirkja Guðs í Venezuela sem að tengist okkur svolítið. Við hefum viniðar, fólk í kirkjunni sem er frá Venezuela, Gloria a Dios, og við höfum verið að sá inn í Venezuela. Og við stöndum á þessum tímamótum og þetta ég verða núna að lesa bara textan, annars bladra ég út í eitt, sko. Við stöndum á tímamótum, fyrsti sunnudagur nýsárs. Þetta er ekki bara ný dagsetning, hann er eins konar þröskuldur. Stund þar sem við lítum bæði tilbaka og fram á við. Og Sálmur 126, hann er einmitt oft lesin við slík tímamót og ekki ástæðulausu. Þegar Drottinn sneri við hag Síonar, þá var sem á streymdi. Hugsaðu, desember var erfiðasti mánuður, sagði fólk í Venezuela. Fólk var að deyja úr hungri, jafnvel. En hvað gerist á þriðja degi? Guð bara reisti upp Venezuela. Fólk búið að biðja í 20 ár. Og það margir búin að biðja í 20 ár fyrir Íslandi líka. Þetta eru stundur í lífi fólks, fjölskyldna og jafnvel safnað þar sem Guð snýr við hagnum, ekki alltaf strax en raunverulega. Og þegar það gerist, þá segir Sálmurinn, þá fylltist munnu voru hlátri og tungu voru fögnuðu. En takið eftir, þessi Sálmur byrjaði ekki í gleði, hann byrjaði í sáningu. Grátandi fara menn og bera sæði til sáningar. Og þetta er líkillinn á öllum samskotum. Orðskviðin tala beint inn í þetta, orðskviði 3 og 4, við erum alltaf að velta upp orðskviðunum. Treystu Drottni af öllu hjarta og reyndu það ekki á eigið hyggjuvit. Ég hugsa alltaf alkoholistin í þessu sambandi. Þetta hlýtur að vera leið. Þetta var bara óhefni, strákar. Kannist þið þetta? Nei, ok. Og svo kemur næsta vers. Tigna Drottinn með eigum þínum og með frumgróða allrar uppskjöru þinnar. Frumgróða. Það sem er að gerast í byrjun árs getur leitt til hvernig árið allt fer. Þetta er ekki einhver galdraþula, þetta er bara prinsip í orði Guðs. Gjöfin er ekki greiðsla, hún er játning. Hún segir, Guð, ég treysti þér, líka þegar ég sá með tárum. Ég treysti þér með árið sem er framundan. Ég treysti þér með framtíðina. Og Sálmur 126 kennir okkur eitthvað mjög mikilvægt. Sáning og uppskera gerast ekki á sama augnabliki. Við viljum bara kaupa lottómiða og fá vinningin strax. Þeir sem sá með tárum munu uppskera með gleðisöng. Það er loforð, ekki markaðslýsing og það lofa byggir ekki á því að Guð er trúr. Það byggir á því að Guð er trúr, ekki að aðstæður séu fullkomnar. Orðskviðirnir segja það svona. Varðveittu hjarta þitt framar öllu öðru því að þar eru uppsprettur lífsins. Þegar hjarta treystir, þá getur höndin gefið. Þegar hjarta treystir, þá getur höndin gefið. Og það kemur í huga minn það sem að kona mín sagði, ef við hættum að elska, ef við hættum að gefa, þá hættum við að elska. Takið eftir lokamynd sálsins, með gleðusöng koma þeir aftur og bera kornmyndun heim. Sáningu var stundum með tárum, en endurkoman er með söng. Við vitum ekki nákvæmlega hvernig Guð mun snúa við hag okkar árið 2026, en við vitum hverjum við treystum. Við vitum hverju við treystum. Alveg svo við stöndum við bakið á Venezuela, þá stöndum við bakið á Ísrael. Og nú verð ég óvissall á samfélagsmiðlum. Og það er bara allt í góðu. Við leifum bara Biblíun að segja söguna.
og þurfum ekki að fara einhverja krókaleiðir. Við stöndum með sjálfstæði Íslands og við stöndum með sjálfstæði allra lýðræðislega þjóða. Við erum að sá í trausti, í visku, í von og Guð sem trúr sér til þess að sáning með tárum verði að uppskjöru með gleðisöng. Amen. Faðir, við bara leggjum þetta ár fram í þínar hendur og ég vil þakka þessum söfnuði fyrir trúfesti sína síðastliðið ár. Að við gátum hjálpað þeim sem voru beygðir, við gátum breytt út fagnaðarerindið, við gátum blessað Fílipseyjar, við gátum blessað starf hér innanlands, Drottinn. Og ég biðum að blessa einn og sérhvern. Og Drottinn, gefðu okkur þessa visku að þessi frumgróði. Drottinn, að við sáum með opnu hjarta, það er ekki upphæðin, það er hjartalagið. Og þú segir í orðiðinni eins og efni leyfa. Og það er engin pressa, þetta er ekki skylda, heldur aðeins af því að við treystum þér, Drottinn. Megi ná Drottins vera með ykkur, vera yfir ykkur og megi hann gefa ykkur sinn frið. Amen. Amen. Við skulum rísa fætur og gefa Guði smá meiri tíma í lovgjörð. You were the word of the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Holy Father, oh, I will give you all
Helgist þitt nafn, drottinn Jesús, við lofum þig. Thousand generation falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And although gone before us, and although we'll believe, we'll sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All throne and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all the nations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing a song forever to them. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to them. Sing this song forever and amen. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, lifted high, holy, holy forever. Hear people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All throne and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All throne and dominions, all powers and decisions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy,
You will always be holy, holy forever. Takk, Jesus. Halleluja. Dýr sé þér Jesús og allur líðurinn sagði. Hvenær vilt þú segja nokkur orð? Takk, Jesús. Þvílíkir snillingar. Já, amen. Það er gott að hafa góða tónlist og góða lofgjörð. Heyrið, núna síðastliðna daga þá hefur við kirkjan verið að lesa Biblíuna á einu ári. Eða við ætlum að lesa Biblíuna einu ári. Þetta er alveg ótrúlegt. Bara á degi, hvað er ekki fjórði? Jú, degi 4 og ég er strax byrjar að reyna bara að hugsa það. Ég ætla að reyna að lifa þetta af, sko. Þetta tekur svakalega í maður. Nei, ég er að grínast. Ég er að grínast, ég elska þetta. Reyna að lifa af, já, á degi 4. Það er ekki þrek í manni hérna. Nei, þetta er gott. Heyrið, við erum ennþá í Galatabréfinu og reyna að skoða þetta frelsi í Kristi Jesú. Ég ætla aðeins að rifja upp þangað sem við vorum komin. Muni síðast og vorum við að skoða, Páll kom með spurningu til Galatamanna. Veist, er lögmáli bara gegn fyrirheiti Guðs? Stendur það í gegn fyrirheiti Guðs? Þetta er mjög góð spurning og hann er bara að finna upp á hjólinu á Páll. Hann svarar, fjarri fyrir því. Nei. Að því hann segir, ef við höfum fengið lögmál sem gæti veitt líf, þá fengið réttlæti, þar að segja, þessi sakleysi frammi fyrir Guði, myndi bara fást með verkum og Jesú hefði ekki þurft að koma og við hefði getað að lifa okkar lífi og þetta hefði bara farið í kringum allan heiminn. En þarna svo segir hann, þarna er lögmálið algjörlega máttlust. Það ræður ekkert við að frelsa lífið. Lögmálið hefur ekki innan slíka kraft til þess að leysa þið úr þessu ljóta, úr syndinni sem að aðskiluðu frá Guði. Synd þýðir sundrung, aðskilnaður frá Guði. Og þangað sem vorum komin síðast, fyrir mig Galatbyrja 3:23-25, tökum bara þessi síðustu, tökum inn að, 3 vers. Áður en þessi leið var fær, hvaða leið? Jú, leiðin sem að Jesú Kristur hefur gefið fyrir sína náð. Áður en sú leið var fær, voru við inni lokuð í gæslu lögmálsins. Þangað til hvenær? Þangað til trúin sem í vændum var opinberaðist. Lögmálið er fangelsi. Agarði á þann hátt, það heldur inni, bendir á, sýnir, hei, þú elskar ekki Guð, af því að það bendir alltaf á. Þó að þú getur haldið öll boðurinn 10 og hellinga hinum öllum boðurunum. Þá er samt syndið þannig að hún heldur að því að hún bendir alltaf á einhverjar ákveðnar hluti sem er nóg til þess að sýna við getum ekki í okkar eigin mætti sett okkur aðra stað með Guði. Það gengur ekki út á lög, það gengur ekki. Alveg þangað til að trúin opinberaðist, þangað til að Jesú kom og við fengum þess að opinberunum það réttlæti fæst fyrir trú, þá losnum við undan lögmálinu. Hann segir hérna í 24 líka, þannig hefur lögmáli orðið tiftari okkar þangað til Kristur kom til þess að við réttlæstumst af trú. Lögmáli er tiftari, það agarið á þann hátt. Tiftari þýðir að þú ert að aga einhvern. Og vitið, það er gott á einhvern hátt að vera með aga yfir sér. En eins og Páll segir í 1. Tímóteus 1:8, lögmáli er gott en það er ekki fyrir réttláta. Svo telur hann upp einhverjar 10 syndir sem fólk lifir í og þar syndir eiga að lifa undir lögmáli. Þeir sem lifa eftir þeim syndum eiga að vera undir lögmáli, en ekki fyrir hina réttláti. Og við réttlændumst af trú. Við réttlændumst ekki hvað við erum góð, ekki að því að við erum svo heilög, klár og eitthvað, nei. Við réttlændumst af trú. Svo kemur þessi stórkostlega setningi í 25 sem að umbreytti mínu trúalífi. En nú, eftir að trúin er komin, erum við ekki lengur undir tiftara. Nú er hann búin að færa rökin. Við vorum til lögmálinu áður en Jesús kom, við vorum til tiftaranum þangað til hann kom, en svo kemur Jesú og við eignumst þetta af trú, eins og Abraham, það byrjað allt saman, þá erum við ekki lengur undir tiftara.
Þú ert frjáls undan þessu fangelsi sem hefur aðskilti frá Guði. Þú ert frjáls. Mér finnst best að útskýra svona. Rómverjabréfið 10:4 segir, Jesú Kristur, hann endalok lögmálsins. Og nú réttlætastu fyrir trú. Réttlæti, sakleysi frammi fyrir Guði. Það er búið stimplaði að þú ert saklaus frammi fyrir Guði. Ekki af því að þú ert svo klár, ekki af því að þú ert svo gáðar, ekki af því að þú veist allar 66 bækur biblíunar, nei, bara af því að Jesú forfærði sér á krossunum til þess að þú getur eignast réttlætið. Jesú var gerður synd okkar vegna. Til þess að við erum réttlæti Guðs í Kristi. Þegar Jesú var á krossin, tekur hann syndi mínar á sig á krossin og þegar það er gert, þá var hann gerður synd, en réttlæti hans færst yfir á mig og ég get talandi staði beitt í baki fram mér yfir heilum Guði bara vegna þess að Jesú gerði fyrir mig á krossinu. Þetta er sem við kallum fagnaðar erindi Jesú Krist. Halleluja. Takk Jesús fyrir náttúruna miskun drottin. Ég þakka fyrir dag drottin. Ég þakka Jesús að við fáum að koma saman og lyfta þér upp Jesús. Ég þakka að sem 2 eða 3 eru saman komnir í þínu nafni, þar ert þú mitt á meðal Jesús. Ég þakka að þú ert eini vegurinn til Guðs Jesús. Þakka Jesús að þú ert einn vegurinn sannleikur og þú ert lífið drottin minn. Hjálpa okkur að fá opinberan skilning á fagnaðir undir Jesús og ég bið fyrir þessu komandi ári þegar við erum að lesa alla biblíuna drottin minn. Megum við fá ávöxt sem mun vara drottin minn. Ávöxt sem að hjálpa okkur að ganga gönguna rétt með þér Jesús. Hjálpa okkur að skilja fagnaðirindi betur drottin minn. Og ég þakka þér Jesús það sem þessi kærleiki sem þú sýndir okkur á korsinu, það er ekkert í þessum heimi sem getur gert okkur viðskila við þann kærleik Jesús. Og ég bið fyrir mömmu drottin minn þegar hún talar orð þitt, megum smyrjar varin og tungu drottin minn og megum fá að heyra fagnaðirindi því Jesús. Og ég bið bara allir okkar göngu að gefa þér dýrið þinn í Jesú nafni. Amen. Halleluja. Þegar krakkin er orðið magnaður, þá eru spennandi hlutir í vændum. Krakkar, ég er svo spennt fyrir þessu ári. Krakkar. Og já, við erum öll krakkar. Takk, Jesús. Ég veit ekki með ykkur, ég er full tilhlökkunar fyrir árunni sem er byrjað og ég trúi því að við munum sjá crazy hluti eiga sér stað í Guðsríkinu. Ég ætla bara að spá því yfir ykkur. Við munum sjá nýja sigra, við munum sjá hluti sem við hefðum eiginlega ekki trúað að gætu gerst. Við munum sjá fólk aftur koma inn í Guðsríkið, verða aftur brennandi í eldinum. Við munum sjá hluti, við munum sjá bænasvör. Það er svo margir sem eru búin að biðja lengi eftir tilteknu bænarefni. Við munum sjá bænasvör. Ég virkilega trúi því vinir og ég bara taki það inn í andikar. Við munum sjá ný kraftaverk eiga sér stað í Guðsríkinu. Og allur líðurinn sagði. Takk Jesús. Við byrjum árið í fyrra. Við vorum að tala um það hvað það er mikilvægt að reynast trúr ráðsmaður. Þetta var orðið í fyrra sem að Guð gaf fyrir bara árið. Guð er aftur búin að gefa mér orð fyrir þetta ár. En orðið í upphafi síðast árs var það að við færum rétt með orð sannleikans. Og vinir, það skiptir svo miklu máli á þeim tímum sem við lifum á, er að við förum rétt með orð sannleikans. Það er svo mikið af villu og rugli hérna úti og mjög margar kirkjur og ég verð að segja það því miður sem eru ekki að boða orð Guðs. Og það er komið svo mikið af mannasetningum inn. Það eru komið hvað mér finnst, hvað hinum og þessum finnst. Vinir, ef ég hef eina skoðun og Guð hefur aðra, þá hef ég rangt fyrir mér. Ég hef ekki vit fyrir drottni Jesú. Ég hef ekki vit fyrir Guði. Hann hefur vit fyrir okkur. Guði sé lof. Og þetta orð, við settum ákveðin grundvöll og við ætlum að halda áfram að ganga á þeim grundvölli sem var lagður fyrir ári síðan. Og við ætlum að sjá fólk rísa upp. Það mun skilja og það mun heyra hvað er heilnæm kenning og það mun standa gegn öllu sem heitir villa í Jesú nafni. Og við ætlum að sjá fólk vaksa upp til höfuðsins sem er Kristur. Því að Gunnar fór að tala um það er svo mikilvægt að taka á móti Jesú Kristi, en við eigum líka að vaksa í honum. Við eigum ekki verið eins og lítil börn
Við eigum að vaksa og við eigum að hætta ákveðnum hlutum sem draga úr okkur orku. Það heitir synd. Og vinir, Guð verkar í okkur að vilja og framkoma sér til velþóknunar, en það mjög mikilvægt að vera í honum. Þess vegna erum við að lesa Biblíuna, við erum að lesa hana öll saman. Af hverju? Því að það orðið sem að hreinsar okkur. Það orðið sem að gerir okkur hæfari. Það orðið sem að gerir það verkum að við byggjumst upp og við vitum hvað rétt og hvað rangt. Má ég heyra amen? Þannig að við ætlum að fara inn í þetta ár, við ætlum að stilla fókusinn og við ætlum að fara á eftir því sem að Drottinn segir. Og við ætlum ekki að biðjast neinnar afsökunar á því. Ég verð að segja, þegar Gunnar var að tala rétt áðan, bara algjörlega í framhjólhlaupi, þá myndir mig á Charlie Kirk hérna á tímabilið þegar þú varst að tala. Og það ekkert smá, Gunnar minn. Þú munt hafa áhrif á ungu kynslóðina, bara í Jesú nafni. Halleluja, og allir liðinni sagði. Og vinir, Drottinn elskar gjafirnar sem hann hefur gefið ykkur. Það ekki spurning. Hann elskar að gefa fólki gjafir. Við erum öll með gjafir, við erum með hæfileika, við erum með getu. En það sem að Guð vill fyrst og síðast, það karakter. Það sem að Guð vill fyrst og síðast að þú veljir hann í öllum kringumstæðum. Það auðvelt ef við erum að sangkoma, við erum ekki æsóð og Jóhann að syngja fallegt lag eða Nín að syngja fallegt lag eða Árni eða Gugga eða einhver. Og við erum ekki æsóðun og við segjum, Drottinn, ég vel þig. Ég ætla bara að segja ykkur að það ekki einu sinni flókið að velja Guð á kristilegri sangkomi eins og þessari. En Guð að leita fólki sem tilbúið að tilbiðja Drottinn í anda og í sannleika. Hann að leita fólki sem tilbúin að velja hann í öllum kringumstæðum lífsins. Og vinir, það sem við viljum sjá á þessu ári, það fólk sem að rísa upp með þann karakter. Að við sem ekki eitt í dag og annað á morgun, heldur að við stöndum stöðug. Að við vitum hver við erum út af því að við þekkjum Drottinn okkar. Má ég heyra amen? Þannig að við ætlum að sjá fólk rísa upp og vera það sem að Guð hefur kallað viðkomandi til þess að vera. Við ætlum að sjá sterka kirkju. Afgjör út af því að við erum svo hæfileikarík. Reyndar ég hæfileikarík, en það annað mál. Nei, ég segi svona, það ekki út af okkar eigin hæfileikum, það út af gæsku Guðs. Og það það sem að Guð vill gefa okkur. Hann vill að við förum á eftir honum og við sjáum hvernig hlutirnir breytast í líf okkar. Við munum sjá fólk vaksa og þroskast. Má ég heyra amen? Og vinir, til þess að tala karakter, til þess að fara svolítið yfir það, til þess að skerpa fókusinn. Hvað skiptir máli á þessu ári sem við erum stigin inn í? Það að leyfa Guði að eiga við hjart okkar. Og vinir, þegar við leifum Guð að eiga við hjart okkar og við spyrum kannski hvað hjart okkar, það hver þú raunverulega ert. Og vinir, alveg svo Hilma sagði, það úr hjarta mannsins, það hérna eru uppsprettur lífsins. Og Guð talar það að hann vilji eiga við hjart okkar og við þurfum að leyfa honum það. Halleluja. Þannig að við ætlum að fara í ákveðin mál hér í dag, við ætlum að fara í nokkra punta og ég ætla að nota Davíð konung sem var maður eftir Guðs hjarta til þess að við áttum okkur á hvaða hæfileika, hvað getu, hvað hann vil reisa upp í þínu lífi til þess að þú berir eðlilegan ávöxt og lærir að vera leiðtogi. Og þú getur spurt sjálfa þig, en ég engin leiðtogi. Þú ert leiðtogi. Staðreyndin svo að Guð hefur kallað alla hér inni til þess að vera leiðtoga. Við eigum að fara út og gera alla þjóðir að lærisveinum. Þú getur ekki gert alla þjóðir að lærisveinum nema að vera leiðtogi. Það skiptir svo miklu máli og hvernig verðum við leiðtogi með því að leyfa Guð að eiga við hjart okkar. Og þá getum við gert það sem að Guð hefur kallað okkur til þess að gera. Og við ætlum að byrja hér í fyrri Samúelsbók 13. kafla. Og þarna Guð að tala til Samúels og hann fer til Sál sem þá konungur yfir Hebreum á þessum tíma. Sál var valinn af fólkinu og við ætlum að fara betur í þetta hér á eftir. Þá sagði Samúel, þú hegðað þér heimskulega. Hefðu þú fylgt þeim fyrirmælum sem Drottinn Guð þinn gaf þér,
hefði drottin fest konungdóm þinn yfir Ísrael í sessi, svo hann hefði staðið aldur og ævi. Vers 14, en nú skal konungdómur þinn ekki standa. Drottin hefur leitað að manni sér að skapi. Þetta orðalag manni sér að skapi, það þýðir í rauninni hann hefur leitað að manni eftir sínu eigin hjarta. Höldum áfram að lesa. Og ætlað honum að vera höfðingi við þjóð sinni, því að þú hefur ekki farið eftir því sem hann hefur boðað þér. Og mér langar að segja, áður en við höldum að drottin hafi bara verið ósanngjarn, hann hefði gert ykkur ein mistök, það var ekki málið. Það eru mjög margir sem halda að Sál hafi verið bara nýtilkominn, gerður af konungi yfir Ísrael, en þarna eru meir en 20 ár liðin. Hann hefði gert ítrekkað það sem rangt var í augum drottins og ekki fylgt þeim fyrirmælum. Og vinir, þegar Guð að gefa vilja sinn í líf okkar og við erum að vaksa og dafna, hann fyrir meira fram á við mig heldur hann gerir við þá sem eru nýfrelsaðir. Þegar hann að leiða þig til að leiða aðra, þá skiptir máli að þú sért að bera eðlilegan ávöxt. Og vinir, Guð okkar miskunnsamur Guð. Hann kærleiksríkur Guð. Hann skilur þig ekki bara úti á ballarhafi. Hann vil gefa þér séns eftir séns og það þannig. Hann yndislegur Guð. En þarna var heil þjóð í húfi. Og vinir, Sál gerði bara ekki það sem var rétt í augum drottins. Hann leyfði ekki konungi konungana, hann leyfði ekki drottni að eiga við hjarta sitt. Og vinir, þegar við erum að ganga þessa göngu, þá svo mikilvægt að leyfa Guði að eiga við hjartað. Guð vill eiga við hjartað okkar. Hann þráir að sjá okkur vegna vel. Og hann þráir að sjá okkur ná árangri. Og mér langar bara í stuttu máli að fara svolítið yfir það hver var munurinn á Sál annars vegar og Davíð hins vegar. Og vinir, þegar við sjáum í 9. kafla og við lesum þessa frásögn, þá var Sál svo sannarlega með útliti með sér. Sál var sennilega höfðinu hærri en allir aðrir. Og það segir í 9. kafla, hann hafi verið fríðasti maður bara í landinu. Hann hafði allt hvað útliti varðar til þess að vera þessi konungborni, flotti einstaklingu til þess að leiða lífin. Og vinir, með því sama, þá horfum við mjög ofta útlit fólks og við dæmum fólk eftir útliti. En Guð allt öðruvísi. Guð horfir á, hann hefur skapað okkur öll og hann hefur gert okkur í sinni mynd. En frammi fyrir Guði þá erum við öll fögur. Við erum öll fögur í útliti. Guð horfir ekki á útlit, hann horfir á hjartað. Og vinir, það hjartað sem skiptir öllu máli ef við ætlum að ná árangri í Guðs ríkinu. Hjartað okkar, vinir. Og vinir, það barist hjart okkar. Þess vegna segir orðið, varveit hjartað þitt, því að þar eru uppsprettur lífsins. Og vinir, þegar við erum að ganga í gegnum þetta líf, þá svo margt sem að vill taka athygli okkar. Ég stóð mig að því í gær, ég var búin að skrolla í gegnum svona reels í örgla 1,5 klukkutíma. Og vinir, það eru alls konar hluti sem vil grípa athygli okkar. Við þurfum að vera rosalega intentional á þessu ári að gefa Guði tíma til þess að hann geti haft áhrif á hjart okkar. Þannig að athygli okkar fer ekki bara hingað og þangað. Má ég heyra með? Halleluja. Og þetta ég ætla bara virkilega að segja það hér út, ég ætla að gera betur á þessu ári. Halleluja. En undir fögru yfirborði Sáls, vinir, þá voru alls konar issues. Og ég ætla bara að segja ykkur eitt. Ef að fólk fær stöðuhækkun of snemma, þá það ekki blessun. Fólk sem fær stöðuhækkun of snemma fer oft á svokallað power trip.
Það gerir hluti sem að kannski meiða náungan. Við höfum öll verið með eitthvað þannig í vinnu og jafnvel verið með yfirmenn sem hafa verið á einhvers konar power trip. Og vinir, Guð vill ekki slíkt. Þegar Guð að leita eftir einstaklingum til að þjóna sér, þá horfir hann á hjartað. Og vinir, í dag, þá erum við búin að sjá svo mikið út í heimi, líka í hinum kristna heimi. Hvernig alls konar leiðtogar hafa farið algjörlega út af brautinni. Það hefur ekki leyft Guði að komast að í hjartað. Það að gera hluti og jafnvel að brjóta á fólki sem að það á að vera að þjóna. Þetta á ekki að finnast í ríki Guðs. Við eigum að vera öðruvísi. Við eigum að gera betur. Og þess vegna skiptir svo miklu máli, vinir, að við leitum í orðið og við leyfum Guð að hreinsa líf okkar. Þannig að við leiðum eins og Guð vill að við leiðum. Má ég heyra amen? Halleluja. Þannig að við skulum skoða þetta aðeins betur. Sál, það var flægð undir fögru skinni. Hann var hræddur við fólk. Krakkar. Vitið hvað þetta búið að eyðileggja kirkjuna? Og ég ekkert að tala Smárakirkju. Það hræðsla við fólk. Við eigum bara að vera hrædd við einn og það hann heiti Guð. Ótt okkar ætti að beinast að drottni. Við eigum ekki að særa drottin. Fólk, ég ætla ekki að segja að fólk skiptir ekki máli, það auðvitað skiptir máli. Prestur sem segir að fólk skiptir ekki máli. Það sem ég að segja, fólk á ekki að stjórna líf okkar. Guð á að gera það. Má ég heyra amen? Ég held að drottin sé að hringi eitthvað hér í dag. Amen. Halleluja. Takk, Jesús. Staðreyndin er svo að þegar við skoðum Sál og Davíð, þá setjum við okkur oft svolítið í spor Davíðs. En sannleikurinn er sá að það er stundum meiri sál í okkur en við gerum okkur grein fyrir. Og vinni, Guð þarf þess vegna að komast að í hjartan okkar og gera þá breytingu í hjartan okkar sem að þarf að eiga sér stað til þess að Davíð komi sterkari upp á yfirborðið. Og ég ætla að sýna ykkur hérna nokkur atriði núna í dag hvernig það getur litið út. Halleluja. Því að drottin þráir að blessa líðsinn. Má ég heyra amen? Drottin þráir að blessa líðsinn. Og við ætlum að sjá magnaða uppskjöru, en við þurfum að þola blessunna, vinir. Það þarf meiri karakter til að þola blessun. Stundum er ekki hægt að treysta fólki fyrir blessun út af það bara fríkar út. Mjög margir þola ekki fjárhagslega blessun. Og ég ætla bara að leyfa mér aðeins að útskýra. Staðreyndin er svo af þeim sem að vinna í lottói þá er sennilega 85-90% sem verða gjaldþrota. Af hverju er það? Því að það vantar karakter. Vinir, Guð er að efla karakterin okkar. Þannig að já okkar sé já og neyið nei. Þannig að við gerum rétt í öllum kringumstæðum. Má ég heyra amen? Guð vill nefnilega blessa þig. En hann hefur meiri áhuga á karakternum okkar. Má ég heyra amen? Halleluja. Takk, Jesús. Ég er alveg að fara í fyrsta atriði. Í fyrra Samúelsbók 16. kapla, þá stendur svo, drottin sagði við Samúel, hversu lengi ætlar að vera sorgmættur vegna Sáls? Ég hef hafnað honum sem konungi yfir Ísrael. Fylltu hornið af olíu og halt af stað. Ég sendi þig til Ísæi frá Betlehem, þegar ég valið mér einn af sonum hans til þess að verða konungur. Og við þekkjum þessa sögu. Þegar Samúel kemur til Ísæi að þá eru fyrir það fyrsta allir mjög óttaslegnir út af því að þarna var Samúel að fara að smyrja næsta konung yfir Ísrael og meira þess að Samúel var óttasleginn því hann vildi ekki að Sál myndi frétta að hann var að fara og að smyrja næsta konung. Og síðan leiddi Ísæi, pabbi Davíðs, alla ungu mennina fram, hver af öðrum stæðilegri. Þeir voru 8 talsins og hann byrjaði á þeim elsta. Og alltaf finnur Samúel einhvers konar, þið vitið, þetta er ekki hann.
Hann finnur í hjarta sínu, þetta er ekki hann. Og Guð minnir hann á þegar hann að horfa á alla þessa flottu menn. Mennirnir horfa á útlit, en ég horfa á hjartað. Og þannig eru mennirnir leiddir fram fyrir Samúel einn af öðrum, þangað til að engir var eftir, og hann segi, bítu, áttu ekki fleiri syni. Og það kemur í ljós, jú, hann átti einn son sem hann hugsaði ekki einu sinni að kalla fram fyrir Samúel. Og hann hét Davíð. Og hann var bara einhver lítill patti sem var að gæta sauðina einhvers staðar þarna úti. Og fyrir Ísai þá var hann systur augljóslega af bræðrum sínum. Þannig að þið getið ímyndað ykkur skilaboðin sem að Davíð hafði fengið inn í líf sitt. Hann var bara enginn. Það var ekki einu sinni hugsa fyrir því að koma og ná í hann og sýna hann Samúel. En Samúel sagði við Ísai, náði í drengin, og leið og Davíð kom. Þá vissi Samúel að væri að ræða næsta konung yfir Ísrael. Hugsið ykkur, lítill smala drengur, auðmjúkur, jákvæður, alltaf syngjandi. Vinni Davíð, flestar lofgjörðarlögunum sem við syngjum á sunnudegi með einhvern vísan í ljóð Davíðs. Davíð kunni að lofa Guð. Og vinni, það svo mikill lykill þegar við göngum í gegnum þetta líf. Það að læra að lofa Guð í öllum kringumstæðum. Þegar það rigning úti, þá lofum við Guð. Þegar það stormur úti, þá lofum við Guð. Af hverju? Því að Guð góður. Og þegar við lofum Guð, vinir, að þá breytumst við. Það sem að gerist þegar við byrjum að lofa Guð í erfiðum kringumstæðum, hjarta okkar breytist. Og Guð vil gefa okkur nýtt hjarta. Má ég heyra amen. Halleluja. Þannig að við skulum skoða þetta aðeins betur. Hvað hafði Davíð? Staðreyndin sú, vinir, að við erum með alls konar hluti í hjart okkar. Við erum full af óöryggi. Við erum jafnvel að passa upp okkar eigin svæði. Við erum í meting. Það jafnvel drambi í líf okkar og svo framvegis. Og staðreyndin sú að Drottinn vill eyða þessum eiginleikum í okkur og búa til eiginleika sem hann hefur fyrir þig, til þess að þú náir árangri í lífðínu. Má ég heyra amen? Halleluja. Og þessir eiginleikar eru hvað? Númer 1, þá hafði Davíð auðmjúkt hjarta. Og vinir, það svo mikill lykill. Ég sagði ykkur það í síðustu predikun þegar Ísraelsmenn fóru út úr Egyptalandi. Þau voru búin að vera þrælar í 300 ár eða 400 ár, ég að fara vitlaust með þetta. Þau voru búin að þræla og það mynd upp á það þegar við erum ófrelsuð. Við erum þrælar þess sem við býðum ósigur fyrir. Og Guð leiddi þá út úr þrælahúsinu og hann leiddi þá inn í eyðimörkina. Og eyðimerkurgangan fyrir okkur einmitt til þess að fara í alls konar aðstæður þar sem við getum lært að velja Drottinn í öllum kringumstæðum. Og þegar þeir voru komnir að fyrirheitna landinu, hvað þurftu þeir að gera? Levítarnir sem voru prestar þess daga, þeir þurftu að taka upp örk Drottins sem mynd upp á höfðingjadóm Drottins. Og til þess að komast yfir í fyrirheitna landið, þá þurftu að beygja sig undir örkina. Allur Ísraelsmenn sem voru milljónir á þeim tíma, þeir fóru undir örkina til þess að komast inn í fyrirheitna landið. Og það mynd fyrir okkur í dag að til þess að komast þangað sem að Guð hefur kallað okkur til, þannig við getum gengið í tilgang okkar, þá þurfum við að auðmýkja okkur undir Guðs voldugu hönd. Má ég heyra amen? Vinir, þegar við erum að gera hluti og við viljum gera þá eins og Drottinn vill að við gerum þá þurfum við að hafa auðmjúkt hjarta. Halleluja. Og auðmjúkt hjarta hefur ekkert með það að gera að við segjum já og amen við öllu því sem allir segja í kringum okkur. Auðmjúkt hjarta ekki meðvirt hjarta. Auðmjúkt hjarta þýðir ekki að jáið verður allt í einu nei eða neiið verður allt í einu já. Það hefur ekkert með það að gera.
Auðmjúkt hjarta hefur með það að gera að við fylgjum drottni, að við auðmjúkjum okkur undir hans voldugu hönd. Þegar drottin segir okkur að gera eitthvað ákveðið, þá hlýðum við. Má ég heyra amen? Það auðmjúkt hjarta. Þegar þú þykist ekki vita alla hluti, þegar þú þykist ekki kunna alla hluti, heldur reiðir þig á drottin. Vinir, á hverjum degi þá þurfum við að reiða okkur á drottin. Við þurfum að segja á hverjum einasta degi, drottin, ekki minn vilji, heldur þinn vilji. Halleluja. Ég ætla ekki að gera bara það sem ég vil gera. Ég vil gera vilja þinn. Og vinir, þegar við förum þessa leið fram úr og við göngum inn í daginn undir höfðingjadóm frelsarans okkar, þá mun dagurinn líta öðruvísi út. Má ég heyra amen? Þannig að auðmjúkt hjarta, vinir. Og það sem að Davíð gerði sem var svo magnað, þegar hann reiddi sig á drottin. Við sjáum þegar hann í óbóðslega erfiðum kringumstæðum, hann misti 4 börn. 4 börn. Hvað gerði hann? Hann lofsöng Guði. Hann var stundum grátandi frammi fyrir Guði og hann sagði, drottin, af hverju ég að gangi í gegnum þetta? Og venjulega byrja sálmarnir af einhverju svona sjálfsvorkun. Hann var ekkert eitthvað fullkominn. Og ég veit ekki með ykkur, ég hef verið í sjálfsvorkun. Hvað sagði Jóhanna? Ég veit að Jóhanna á það til að vera í sjálfsvorkun líka. En það sem að Davíð gerði, það var kannski miðjum sálminum og þá allt í honum mundan eftir. En drottin, þú samt réttlátur. Þú samt miskunnsamur. Þú samt trúfastur. Þú samt Herran minn. Ég leita til þín, drottin. Ég vil ekki neinn annan. Þannig var Davíð. Hann hafði auðmjúkt hjarta gagnvart Guði. Og vinir, hann að leita að slíku fólki, drottin það að segja. Hann leitar að slíku fólki. Halleluja. Og vinir, á þessum tímum sem við lifum á, þar sem við sjáum lítið karakter og mikið gjafir, þá leitar Guð sérstaklega eftir fólki sem tilbúið að auðmýkja sig undir hans voldugu hönd. Ekki fari gegnum þetta líf öðruvísi en að auðmýkja þig. Og sérðu hvernig drottin mun blessa lífið þitt. Má ég heyra amen. Halleluja. Okkur áttuna auðvelt með það. Út af því, vinir, Davíð kunni að vera undir yfirvaldi. Það að taka móti? Þeir sem að Guð velur og þeir sem að Guð gefur promotion fólk sem kann að vera undir yfirvaldi. Þegar hann var sendur út í Haga, þá gerði hann sitt allra besta. Þetta hjartalagið. Vinir, við eigum ekki að þurfa að vera undir ykkur, þið vitið að allir sé að dá okkur og dýrka, það ekkert eðlilegt við það. Við eigum að gera vilja Guðs og ef að Guð segir okkur að þrífa kirkjuna, þá þrífa hana vel. Við höfum excellent spirit. Við gerum hlutina eins vel og kostur Má ég heyra amen. Og vinir, ef þú vilt fá stöðuhækkun í ríki Guðs, prófaðu að vera undir yfirvaldi. Þetta lykilatriði. Má ég heyra amen. Halleluja. Þetta góð predikun, gott fólk. Halleluja. Númer 2. Hvað hafði Davíð? Hann var tryggur í hjarta. Hilmar talaði það og þetta var í predikun fyrir ári síðan. Hann var trúr. Og við lifum á tímum þar sem að sumir eru trúir stundum og stundum ekki. Við erum að tala ég vinkona þín bara ef að þú klóra mér á bakinu, annars ekki. Vinir, trúmennska hefur með það að gera að þú tilbúin að fara í gegnum dali og hæðir.
Þú ert ekki eitt í dag og annað á morgun. Hann var alltaf trúr. Og vinir, við þurfum að eignast þessa eiginleika. Það er að hafa þessa trúmennsku gagnvart Guði. Þegar Guð segir eitthvað, við förum eftir því. Má ég heyra amen? Halleluja. Í 2. Krónikubók 16:19 þá segir því að augu Drottins skima alla jörðina til þess að geta komið þeim til hjálpar sem eru heilshugar við hann. Og ég ætla að segja þetta aftur, að hann kemur þeim til hjálpar sem eru heilshugar við hann. Við þurfum að vera heilshugar við Drottin. Halleluja, því að hann vill vera heilshugar við okkur. Og staðreyndin svo, vinir, það eru fáir sem þola velgengni. En vinir, þeir sem eru heilshugar þola velgengni. Og ég vil vera heilshugar. Halleluja. Takk, Jesús. Númer 3, Davíð hafði hugrakt hjarta. Við sjáum þó svo sannarlega þegar hann er að fara með mat til bræðra sinna og þeir eru þarna, það stendur einhver risi þarna úti í engi og hann er að gera lítið úr Ísrael. Hann er að gera lítið úr hernum. Og Davíð kemur þarna með mat fyrir bræður sína og honum er ofboðið. Af hverju? Því að Guð í honum þoldi ekki að einhver risi þarna var að gera lítið úr her Drottins. Og vinir, hann í rauninni hleypur á stað, hann er bara viss það að Guð mun gefa þennan risa sér í hendi. Af hverju? Því hann treysti Drottni. Hann treysti Guði. Og hann var magnaður. Og þegar hann kemur fram fyrir Góliat, þá hleypur hann að honum. Og hann segir við Góliat, þú kemur gegn mér með sverð og skjöldu og slíku. En ég kem á móti þér í nafni Drottins hersveitana. Og vinni, þegar við erum að glíma við okkar risa og við munum öll fara í gegnum einhverja kringumstæður þar sem við munum upplifa eins og við sem að glíma við risa, þá skulum við ekki gleyma því að Drottinn hersveitana, hann býr innra með þér. Þú þarft ekki að koma í þínu nafni, þú kemur í nafni Drottins hersveitana. Má ég heyra amen? Munum það. Og í 4. lagi, og ég er að klára með þessu, hjarta sem að vill vera heilagt. Og vinir, Davíð var langt frá því að vera eitthvað fullkominn maður. Við vitum það. Hilmar kom aðeins inn á þá í síðustu prédikun. Við þekkjum málið með Betsebu. Hann í rauninni gerir konu ólétta, kona besta vinar síns ólétta. Mjög sketsi hlutur. Bara mæli ekki með gott fólk. Bara til þess að hafa það alveg á hreinu. Og vinir, hann sendir mannin hennar út í fremstu víglunni til þess að sjá til þess að hann verið örugglega drepinn í bardaga. Og svo kemur spámaðurinn til hans einhverju seinna því að spámaðurinn hafði fengið orð frá Drottni og hann segir farðu til Davíðs og segð honum sögu. Og hann segir honum sögu sem gerir það verkum að Davíð, hann átti ekki til orð, hann var í raun að lýsa Davíð og því sem hann var búinn að gera. Og hann segir svona mann á í rauninni að láta lífið fyrir syndi sínar. Og spámanni segir, Davíð, þetta ert þú. Hvað gerum við þegar við erum búin að gera eitthvað af okkur og einhver kemur til okkur og segir, en það varst þú? Það sem er mannlegt að gera er að koma með afsakanir. Það er mannlegt að segja, herðu, en þú skilur ekki, ég átti svo erfitt uppeldi. Þú skilur ekki, ég á svo erfiða systur. Þú skilur ekki, börnin mín eru mjög töff. Og við erum svo duglega að koma með afsökun. En það sem að Davíð gerði, er að hann iðraðist samstundis. Guð er að leita fólki sem er tilbúin að ónett. Hætta að vera að búa til eitthvað, hætta að vera að benda fingrum, heldur að segja Drottinn, ég er tilbúin að bara gera betur. Og vinir, það sem ég vil segja við okkur í dag, er að Drottinn hefur gefið okkur nýjan sáttmála. Hann kom í þennan heim, hann dó á krossinum til þess að hjálpa okkur að lifa guðrækilegu lífi.
Og vinir, þegar við erum í honum, þá kemur hann þessu til leiðar. Og það sem við þurfum að átta okkur á, að það var ekki bara Davíð sem að smurði til konungs, við erum það líka. Og hérna getum við séð í 1. Jóhannesbrefi 2:27, andinn sem Kristur smurði ykkur með. Hann býr í ykkur. Og ég vil bara minna ykkur á, vinir, hann er búinn að smyrja ykkur. Hann er búinn að smyrja mig. Hann þráir að sjá þig vaksa upp og vera allt það sem að þú átt að vera. Að þú takir landsvæði og þú farir inn í Kanans land. Að þú grípir landi sem að þér hefur gefið þér til eignar. Til þess að gera það, þá þurfa tilenga okkur þessa 4 punkta. Rísum að fætur. Þessi 4 punktar eru auðmjúkt hjarta. Það er að vera með tryggt hjarta, að vera tryggur í hjarta. Það er að hafa hugrakt hjarta. Og það er hjarta sem þráir heilagleika Guðs.